Já, góð daginn árið góðir og velkomin Hauka TV og þá erum við komið með raggaði viðtal eftir Selfossleikinn sem gekk nú tölvöld betur heldur en síðastilíkur svo undan því. Sáttur við spilamennsku og annað? Fyrst og fremst sáttur við stíginn. Hérna var mjög nauðsynlegt fyrir okkur að fá stíg á töfluna og sérstaklega á móti þessu liði. Mjög sáttur við hraðagrupinu á okkur og hraðamiðjan svona allt í lagi. Tveir góðir varnarkaflar í þessu leik. Þetta voru mjög stuttir en þeir dugðu til að búa til þessi 6 mörk. Annars var vörnin ekki nógu góð og þar eigum við bara svolítið í landa en þá fólk svona ekki alveg komið með hugmyndunar á hreint og það skrifast svolítið á mig. Já, þú opnaði svolítið þarna á miðjunni fyrir línuspili hjá þeim. Það var svolítið, ég tók til því þarna 2003 sem opnaði svolítið auðveldlega. Já, þessi vörn þetta þannig að þegar hún opnast þá lítur það alltaf rosalítið út. Við erum að reyna að fá opnaðarnar meira á köntunum. Við viljum helst fá andstæðingarna í að klára á milli 1 og 2, hvort sem það er lína eða útspilarar. Það er svona hugmyndin okkar. Það sem er kannski að háa okkur mest núna er að svona athyglis geta leikmanna er ekkert svakalega mikil. Þannig að við náum eins og þarna, við náum nokkra mínútna á köflum þar sem við náum að stela mörgum boltum og spila vel. Við gerum það líka á Akureyri, sérstaklega í fyrri hálfleik, þá spilum við nokkuð góða vörn. En svo þess á milli, þá er of mikið dropp og svona, þú veist, þá bara er fólk ekki einhvern veginn að lesa leikinn nógu vel, það tekur ekki eftir því hvort að boltinn er, hvort það sé búið að dæma fríkast og hvort það sé hægt að taka fríkasti strax og þú veist, það bara svona vantar einhvern veginn meira að gíra sig inn á verkefnið 1 mínútu í einu í 60 mínútur. Það er aldrei neitt frí í þessu leikjum ef það ætlar að spila árangursríkan bolta. Það er kannski eitthvað smá ró í þetta. Já, og bara ég held bara líka það að þú veist að þurfa að bera svona ábyrgð í svona langan tíma. Ég meina, leikmenn sem að spila fyrir okkur núna voru kannski að fá örfáa mínútur í fyrra og eru bara svona að stíga sín fyrstu spor sem einhvers konar burðar leikmenn. Og það er þetta allt annað hlutverk að þurfa að standa að klára öllu kannski 40-45 mínútur heldur en að taka einhverja stutta kafla. Ég tók eftir því að eins og segir hraðin þeir eru snöggar að ná upp góðu forskoti. Á samanskapi getið þið snöggar að missa það. Já, en það svo gott við þennan leik var að við mistum það aldrei alveg. Það eru einu sinni yfirleitt 6-5 held ég og við förum strax upp í 8-6. Eftir það erum við 2+ yfir allar leikinn. Ég er rosalega feginn því ég veit ekki hvernig viðbrögð við höfum séð ef að Selfoss ná að jafna þegar það voru 10 mínútur eftir, þá veit maður ekki hvernig liðið hefur brugðist við því. En við náðum að halda þeim alltaf svona góða armlengd frá okkur. Sóknarleikurinn var auðvitað alveg svakalega árangursríkur í þessum leik og kannski markvarslan hjá Selfossi ekki sérstök. En við vorum að skapa okkur bara góð færi í næstu einustu sókn og þær voru að klára þau mjög vel. Skotnýtingin í þessum leik er yfir 70% sem þetta bara æðislegt. Alltaf mjög góð nýting. Já, þannig að en það er ekkert þetta kvartið því þannig séð, náttúrulega það er að lagfæra eitthvað og það er þá helst varnarleikurinn. Sko ég hef aldrei, ég var að horfa á þetta, þú veist, maður getur varla bara hort kynröðalaust framan í töfluna sko, að vera búin að fá 96 mörk á sig í 3 leikjum. Þetta er 32 mörk að með þetta leik sko og mitt forti í þjálfurinni var alltaf verið varnarleikur. Þannig að maður svona eiginlega horfir undan þegar maður sér töfluna sko. En þetta á vonandi eftir að lagast og ég er full að trúa því. Þetta er mjög fús hópur af leikmennum sem er tilbúin að leggja á sig og ég þarf bara að vera hugmyndaríkur í uppsetningum og æfingum og við sem erum að vinna með liðið að berja þetta smá saman inn svona skipulegra vinnulag inn á vellinum skilur það er ekki allt, maður þarf ekki alltaf að eiga svona mikil orku ef maður er aðeins skipulagði og við erum svolítið að vinna í því, mér fannst ég sjá það í sóknarleiknum að liðið getur skipt gír, spiluðu stundum hægt og gáum svo í og fengum góð færi en varnarlega þá þurfum við svona aðeins líka kannski stundum að hægja okkur, lesa leikinn, bíða eftir að sendingin komi og svo framvegis. Frábært, eitthvað fleira sem þú vilt segja þennan leik? Sko leikurinn var þetta bara stórskemmtilegur og ég held svona stílslega séð þá var hann bara nokkuð vel spilaður af báðum liðum
Góð mæting á pallana, Já. svona þannig séð. Og bara koma óvart mætingum pallana. Auðvitað viljum við fá ennþá fleiri. Fyrstu tvíhöðin. Já. Og við viljum fá ennþá fleiri, við viljum fá stemmingu og það er okkar að búa til. Við þurfum að búa til lið sem er skemmtilegt að horfa á og leikmenn sem að draga að og það er auðvitað stefnan. Við viljum vera með uppaldar haukastelpur í sem flestu stöðum og með því fáum við baklæti svona örugglega með okkur. Það er bara svoleiðis. Næsti leikur? Næsti leikur er upp í Úlfarsdal á laugardaginn og þar á móti Fram og ég er fyrst og spenntur að sjá hvort að við náum að bæta okkur frá fyrstu umferðinni. Þá vorum við að spila við eitt af þessum þremur svona þungavíktaliðum. Það er Fram, Valur og IBVF. Það er svona talin fyrir Fram í nokkrum sérflokki og áttum ekkert erindi í valsliði í fyrstu umferð. Þannig að það er svolítið spennandi að sjá hvað er búið að gerast á 3 vikum á laugardaginn, hvað maður færi upp úr bókunum. Frábært, gott að heyra og bara gangi vel laugardaginn. Við lögum til. Takk sem við leiðist. Rúnar, velkomin í Hauka TV aftur. Við erum núna fjallum leik, hann var svolítið langt liðið. Þú hefði fengið góðan tíma til að hugsa hvað þú vilt segja síðasta leik. Hvernig viltu fara yfir þetta? Já, ég var ekki sáttur með framlag okkur leiknum. Ég vantar grunnatriðin í þessum hjá okkur eins og að berjast og berjast til hverjum sentimetra vellinu, hvern bolta. Mér finnst við vera að tapa allt of mörgum návíum sem við vorum eiginlega með í betri stöðu áður en við lentum í þeim. En ég vil bara sjá okkur fara í fleiri náví og vinna þau. Það er stuttasvarið. Já, meiri ákjæfð og kraft í þetta. Já, svo er líka boltinn flýtur ekki nógu vel í sóknarleiknum okkar, þannig að það eru of fáir leikmenn virkir í sóknarleiknum. Það virðist vera svolítið einhæfur og byrjaði og endaði á Gumma í síðasta leik og við þurfum að virkja fleiri. Boltinn þarf að fljóta betur og við spilum meira saman. En þetta eru náttúrulega bara hluti til þess að vinna í, þetta er ekkert... Já, það er... Við erum alveg rólegir, er það ekki? Jú, þetta er sérstaklega eins og varnarlega. Í vörn þá er mjög öll að laga þetta það sem vantar upp á og þetta er bara hvað segir maður, þetta er bara grunnþáttur í handbolta. Það er að berjast boltan og það hlýtur að vera hægt að kalla það aftur fram í mönnum. Mér finnst það vera hafa tilfinningunum væri of góði með okkur, að við heldum við værum eitthvað betur, að þetta kæmi eitthvað smá til okkur, við fengjum eitthvað gefins í leiknum, en það var ekki og þegar þurfti að berjast hlutina þá voru andstæðingarnir bara grimmari heldur en við og unnuð þar af leiðandi verðskuldað og ég vil helst ekki sjá það aftur, ég vil allan sjá að baráttan sé í lagi og þessi grunnelement sé í lagi og þá getur maður sagt bara að andstæðingar var betri handboltalega. Já, en þú leist að þú vilt að vinna þig inn í leikin, ekki að leikurinn komi til þín í rauninu. Nei, við þurfum að hafa fyrir þótt að strákarnir séu allir góðir í handbolta, þá er þetta nú bara kontaktsport og það þarf að hafa fyrir hlutunum og við þurfum að ræsa vélarnar áður en leikurinn byrjar. Það er seint að gera það þegar hann er byrjaður og við vorum búin að fá eina leksju fyrir þennan leik og mér finnst það gerist of fljótt aftur, en svo er náttúrulega bara atriði eins og markvarslan var mun betri andstæðingunum. Mér fannst það samt vera þannig að ef við hefðum verið með þessi grunnelement í lagi þá hefðum við unnið þennan leik þrátt fyrir mun og markvarslan. Já, það er rétt. Þeir það stóð sér vel að Kúkabæk þó sem maður stundum finnist hann er búin að lesa okkar með nokkuð auðveldlega. Hann er þessi típiski markmann sem fylgjast vel með hvað andstæðingur skýtur og fer í hornið. Já, það segir svolítið líka kannski skotin sem við vorum að taka skot og fljótt í leiknum eða boltinn gekk sem sagt ekki nógu vel og menn voru að taka of fljótt skot of einföld og hann bara fór í horn viðkomandi leikmanna og tók boltana. Já, hann er ekki mikið að vinna með þetta óvænt alltaf. Nei, en það er náttúrulega bara, já, það sem vel er gert er ekki vel gert og það var sem sagt okkar í þessu leik að skáka þeim sem við náðum ekki að gera alveg nógu vel. Nei, það kemur annar leikur en þannig. Já, heldur betur. Næsti leikur það er alveg leikur. Já, það er FH á 5. Kaplakrika og það verður maður finnur alveg að það er menn farin að fá fiðring og það verður örugglega stuð þegar strákarnir okkar unglingalandsliðinu koma allir á æfingu síðan á mánudaginn og verðum aftur fullskipaðir að það verður örugglega læti á æfingum fram að leik. Hiti í þessu?
Já, ég held að við séum ekkert sáttir við hvernig við töpum síðasta leik og það veit allir að geta betur en við þurfum að leggja okkur meira fram. Það er Kaplakriki á fimmtudaginn, við bara hvetjum alla til þess að mæta þar og... Já, ég hef verið fyrir vonbrigðum ef Haukamenn leggja sig ekki fram í þeim leik. Klart. Takk fyrir þetta.